Takk fyrir góða kynningu. Já, ég ætla að fjalla langtímavarðveislu rafrænna gagna hjá hinu opinbera og náttúrulega Þjóðskjalasafn Íslands opinbert skjalasafn og við tökum á móti gögnum, bæði pappírsskjölum og rafrænum gögnum frá afhendingarskyldum aðilum. Og ég ætla bara að fara aðeins hérna yfir efni fyrirlestrarins. Ég skipti í 4 kafla. Fyrst fjalla ég aðeins langtímavarðveislu rafrænna gagna, svo tek ég fyrir afhendingu rafrænna gagna og ég fer aðeins yfir áskorun og lausnir og að lokum ætla ég að taka smá fyrir úr eftirlitskönnun sem Þjóðskjalasafn Íslands gerði árið 2016 en þá eingöngu þann hluta sem varðar rafræn gögn. Saga langtímavarðveislu rafrænum gögnum hér á Íslandi frekar stutt. Við erum langt á eftir dönunum sem byrjuðu 1970 eitthvað. Við erum mörgum árum eftir þeim en við erum dálítið að fylgja þeirra aðferðafræði og við settum fyrstu reglurnar árið 2009 og þær voru auglýstar lítið breyttar 2010 og fyrstu reglurnar voru 2 tilkynningarreglur og 1 vörsluútgáfureglur. Það að segja tilkynningarreglur samþykkt rafrænna skjalavörslukerfa, nr. 624, og svo var það tilkynningar rafrænna skráa og gagnagrunna, nr. 625. Og 2010 þá tókum við reglu nr. 626 afhendingu á vörsluútgáfum, en þær voru endurskoðaðar 2014, þá komu nýjar reglur sem eru nr. 100. Og ég kalla þær bara hér vörsluútgáfureglur. Og þessar vörsluútgáfureglur, þetta biblía þeirra sem ætla að fara að búa til vörsluútgáfur sem eru rafrænar afhendingar til Þjóðskjalasafns. Og þannig að, já, það stendur til að sameina þessar tilkynningarreglur eða það verða gefnar út nýjar reglur, kannski vonandi á þessu ári, þannig að það verða 1 tilkynningarreglur, þannig að við séum ekki að flækja málin, þannig að fólk þarf ekki að vita hvað það sem skjalavörslukerfi eða eitthvað annað. En eins og erum við 2 tilkynningarreglur. Við erum ekkert mikið fyrir að finna upp hjólið. Það var nefnd sem var skipuð af ráðherra sem komst að þeirri niðurstöðu að við ættum að nota sömu aðferðafræði og Ríkisskjalasafnið í Danmörku. Við erum að nota svokallaða yfirfærsluaðferð. Það þýðir að gögnin eru færð yfir á, við kallum þetta kerfisóháð form en í raun og veru ekki neitt til sem heitir kerfisóháð form. Þetta þýðir að gögnin eru varðveitt á opnum og útbreiddum skráarsniðum. Og þau eru ekki háð einhverjum tilteknum forritum sem einkaaðilar reka eins og Word eða slík forrit. Rafræn afhendingargögn eða rafræn gögn þau eru afhent í pakka sem við köllum vörsluútgáfu og hún á fyrirfram skilgreindu sniðmáti. Við viljum fá gögnin afhent í vörsluútgáfu og það ekki tekið á móti þeim öðruvísi. Afhendingarskyldir aðilar skulu tilkynna gagnakerfi sín til opinbers skjalasafns sem í þessu tilfelli Þjóðskjalasafn Íslands og þau þurfa að tilkynna eftir áðurnefndu tilkynningarreglum, skjalavörslukerfi eftir tilkynningarreglum skjalavörslukerfi og önnur gagnakerfi eftir hinum tilkynningarreglunum. Og síðan það Þjóðskjalasafn Íslands sem metur hvort það eigi að afhenda gögn úr kerfunum. Það afhendingarskyldum aðilum ber skylda til að tilkynna gagnakerfi til Þjóðskjalasafn Íslands og ef við erum að hugsa afhendingarskylda aðila þá þetta opinberar stofnanir sem eiga að afhenda gögn til Þjóðskjalasafn Íslands. Þannig að þeim ber skylda til að tilkynna öll gagnakerfi og Þjóðskjalasafn Íslands ákveður hvort við ætlum að varðveita þau eða hvort það þurfi ekki að varðveita þau. Við erum með tilkynningareyðublöð á vef Þjóðskjalasafn Íslands og það mjög mikilvægt að fylla út rétt eyðublað og það þurfa öll fylgigögn að koma með umsókninni. Við gefum 30 daga frest til að fylgigögn berist. Og við erum þá líka að tala tæknilegu gögn frá hugbúnaðaraðila sem getur stundum tekið langan tíma að fá. En svo áður sagði það ekki val að huga ekki að langtímavarðveislu. Við erum öll að nota rafræn kerfi og það eðlilegast að rafræn gögn séu varðveitt til frambúðar á rafrænu formi
og hérna sumir halda þetta sé eitthvað val, ég ætla að vera bara að prenta þetta út og varðveita á pappír, en í raun og veru framtíðin, það miklu eðlilegra að gögn sem verða búin til rafrænt, að þau séu varðveitt rafrænt, að það glatast ýmislegt þegar þú prenta út. Við getum ekkert varðveitt allt á pappír, við erum ekkert að varðveita gagnagrunn á pappír, ekki hljóðskrár, ekki myndbönd, þannig að við þurfum að huga að þessu. Ég ætla aðeins að fara yfir tilkynningaferlið. Það byrjar á því að afhendingarskyldur aðili tilkynni gagnakerfi til opinbers skjalasafns. Þjóðskjalasafnið fer yfir tilkynninguna og það metur hvort eigi að afhenda gagnakerfið til varðveislu. Skjalavörslukerfi þau eru annaðhvort samþykkt eða hafnað og yfirleitt er þannig að við viljum varðveita öll skjalavörslukerfi. Ef við höfnum tilkynningu fyrir skjalavörslukerfi, það bara af því hún ekki nógu vel unnin. Þá viljum við að fólk tilkynni aftur þegar það er búið að laga og vinna hana betur. En með önnur gagnakerfi þá er ákveðið hvort þau séu varðveisluskyld eða ekki. Eins og áður sagði við varðveitum rafrænt, en ef eitthvað berst á pappír þá skönnum við það inn og það er bæði varðveitt rafrænt og á pappír. Þið megið ekki henda pappírnum ef þið skannið inn. Pappírinn er varðveittur líka, það þarf að sækja grísjun ef er óskað eftir að henda pappírna. Rafræn gögn eru afhent ýmist eftir 1 til 5 ár. Mál- og skjalavörslukerfi eru yfirleitt afhent eftir 5 ár af því það er skjalavörslutímabil sem líður. En gagnagrunnar það er ýmist eftir 1 ár eða 5 ár. Það fer eftir bara ósk frá afhendingarskyldum aðila. Þjóðskjalasafn Íslands veitir aðgang að rafrænum gögnum eftir 30 ár. Þetta þýðir að afhendingarskyldur aðili, þó hann sé búinn að afhenda vörsluútgáfu eftir 5 ár, þá þarf hann að viðhalda kerfunum þar til gögnin hafa náð 30 ára aldri. Því að Þjóðskjalasafn Íslands veitir ekki aðgang fyrir orðin 30 ára gömul, bara alveg eins og með pappírskjölin. Við fáum pappírskjölin inn þegar hafa náð 30 ára aldri og það sama við veitum aðgang að rafrænum gögnum þegar hafa náð 30 ára aldri. Og svo mikill misskilningur, það halda allir að langtíma varðveisla rafrænna gagna snúist rosalega mikið tæknilegu hliðina. Auðvitað snýst hún tæknilegu hliðina, en það sem skiptir mestu máli, það er gott skipulag og mjög öguð vinnubragð. Og það þarf alveg að huga að því. Það er vinnuverklagið við hvernig fólk varðveitir rafræn gögn, hvernig það umgengst þau, hvað það skráir, það er það sem skiptir mestu máli. Afhendingar rafrænna gagna, við köllum það vörsluútgáfu og það þýðir það að við erum að varðveita gögnin sjálf en ekki kerfin. Vörsluútgáfureglurnar sem ég minntist á áðan, þær lýsa því hvernig vörsluútgáfan á að líta út og það er hægt að sjá hérna á glærunni ef þetta sést hérna, svona lítur vörsluútgáfa út. Og það þarf að nota þessar reglur, hérna vörsluútgáfuregluna til að átta sig á því hvernig hún er uppbyggð. Ég ætla ekkert að fara ítarlega í það, þessar reglur útskýra þetta alveg, en ég ætla að segja það að vörsluútgáfa byggist á að gögn séu fyrirfram skilgreindu skráarstiði. Við erum að nota XML og Unicode táknun fyrir skráarstið texta, við erum að nota TIFF og JPEG 2000 fyrir skjöl, MP3 og WAV fyrir hljóðskeið, MPEG-2 og MPEG-4 fyrir myndskeið og GML fyrir landfræðileg gögn. Vörsluútgáfa má ekki þjappa, það mega ekki vera dulkóðuð gögn í henni og gæði skjala mega ekki rýrna við umbreytingu. Það eru margir sem spyrja, af hverju erum við að nota TIFF en ekki PDF? Spurningin er mjög einföld. TIFF-staðallinn er mun stabílli, við erum að nota útgáfu 6.0 af TIFF sem hefur haldist óbreytt frá 1992. PDF-staðallinn er flókinn og hann er ekki ISO-staðall. Reyndar er PDF-A ISO-staðall en hann byggist á PDF-staðallinum sem þýðir það að þetta er gríðarmikið magn af gögnum sem þarf að lesa. Þetta er einhverjar 5.000 blaðsíður af alls konar lýsingum til að skilja hvað er í þessum staðli. Og það þýðir það að hann er bara mjög flókinn. Og PDF-skrár eru samhæfðar afturvirkt sem er alveg frábært fyrir notandann, en það er ekki gott fyrir langtíma varðveislu rafrænna gagna. En þeir sem vilja fræðast meira þetta PDF og af hverju við erum frekar að nota TIFF, þá ætla ég að mæla með fyrirlestri sem René Mittá hélt hérna í fyrra og hann er á YouTube síðu Þjóðskjalasafns, þannig að þið getur fræðst það ef þið vilja.
Á vef Þjóðskjalasafns Íslands erum við með upplýsingar hvernig á að gera vörsluútgáfu. Við erum með prófunartól sem heitir ATA sem notað til að prófa vörsluútgáfurnar og við erum með reglurnar og svo sýnidæmi. Hérna afhendingarferlið. Þegar búið að samþykkja gagnakerfi eða meta að þessi varðveisluskyld, þá líður ákveðið tímabil þar til gögnin verða afhent. Í skjalavörslukerfi þetta yfirleitt skjalavörslutímabil, en fyrir önnur gagnakerfi þá þetta gæti verið eitthvað ákveðið tiltekið afmarkað tímabil og svo líður kannski 6 til 12 mánuðir þar til að fólk afhendir vörsluútgáfuna frá því að tímabilið er búið. Það hefst undirbúningur við gerð vörsluútgáfu, það þarf að fara yfir öll mál og skjöl og öll gögn að athuga hvort þau séu rétt. Og þetta mikið samstarf á milli skjalastjóra og hugbúnaðaraðila, þannig að það krefst mjög mikil samstarf þarna á milli. Þegar vörsluútgáfan er tilbúin þá er hún afhent til Þjóðskjalasafns og það er Þjóðskjalasafn sem prófar hana með ATA-forritinu. En ATA er aðgengilegt á vefnum þannig að þeir sem eru að búa til vörsluútgáfu geta prófað hana hjá sér áður. En við gerum líka sjónræna prófun og tökum nokkrar stikkprufur. Ef einhverjar athugasemdir, þá sendum við þær til afhendingarskylds aðila og þá þarf að lagfæra og afhenda aftur. Og þetta gengur svona koll á kolli, þar til að það eru engar athugasemdir, þá sendir Þjóðskjalasafn Íslands samþykktabréf og við undirbúum vörsluútgáfuna til langtíma varðveislu. Ég ætla bara aðeins að benda ykkur á, við erum hérna með afhendingarlista á vef Þjóðskjalasafns Íslands, við uppfærum hann árlega. Og þið sjáu hérna ártölin, þetta þýðir það að þau eiga að vera búin að afhenda þessir sem eru hérna, en það er ekki búið að samþykkja afhendingu ennþá eða þeir hafa ekki afhent. Og svo dettur fólk út af listanum þegar búið að afhenda. Þannig að hérna er hægt að sjá lista yfir alla stofnanir sem eiga eftir að afhenda Þjóðskjalasafns. Ég ætla líka aðeins að fara yfir stöðuna á tilkynningum og afhendingum. Við höfum fengið 69 tilkynningar af skjalavörslukerfum, 51 hafa verið samþykkt og það hafa 2 afhendingar komnar í hús og þær eru eftir gömlu vörsluútgáfureglunum. Dagbókarkerfi þá höfum við fengið 22 tilkynnt og 13 samþykkt en engar afhendingar ennþá. Gagnagrunnar skrár og gagnagrunnar það eru 112 tilkynntar, 80 samþykktar og það eru flestar afhendingar, 20 afhendingar af gagnagrunnum og skrám. En mér langar til að minnast á það að það eru 8 afhendingar sem hafa borist frá því í lok nóvember sem bíða þess að vera prófaðar og vonandi verður hægt að samþykkja þær þannig að það er margt að gerast. Það sýnir það að afhendingarskyldir aðilar eru farnir að taka við sér og það er bara ýmislegt skemmtilegt í gangi. Þjóðskjalasafn Íslands hefur fengið 12 til 18% af öllum gagnakerfum ríkisins tilkynnt. Ég ætla að sýna ykkur hérna mynd af viðtökuverkstæðinu okkar. Hérna erum við að prófa vörsluútgáfur og við útbúum það til langtíma varðveislu. En mér finnst líka mikilvægt að taka fram að hérna það þarf að gera ráð fyrir langtíma varðveislu strax í upphafi því að þetta er langhlaup og þetta tekur mikinn tíma og mjög mikla þolinmæði. En þetta hefst allt á lokun, bara ekki gefast upp. Við höfum ekki ennþá samþykkt vörsluútgáfu við fyrstu skil, það er oft einhverjar athugasemdir en stundum eru það lítilvægar. Oftast er það því það vantar betri lýsingu í XML-skrá sem heitir Table Index. Við viljum bara fá mjög góða lýsingu á öllum töflum og svæðum. Ég ætla aðeins að fara yfir áskoranirnar. Helstu áskoranir eru það að afhendingarskyldir aðilar þeir eru að misskilja tilkynningarferlið. Þeir halda þessi valkvætt að tilkynna, en það er skylda. Það þarf að tilkynna gagnakerfin og það þarf að fá úrskurð hvort eigi að varðveita þau. Og tilkynning er ekki að segja ég er að nota þetta kerfi. Tilkynning felst í því þú tilkynnir, þú undirbýr að vera í rafrænni skjalavörslu og stofnunin skuldbundið sig til að afhenda vörsluútgáfu til Þjóðskjalasafns og það er afhendingarskyldur aðili sem ber allan kostnað við gerð vörsluútgáfu. Þannig að það þarf að taka það inn í dæmið. Það er ekki nóg að senda bara tilkynningu, það þarf að horfa á alla heildarmyndina. Það er erfitt að afhenda vörsluútgáfur því það er skortur á fjármagni, þetta kostar pening. Það skortir dálítið þekkingu, allavega eins og en það er allt til bóta. Og það vantar oft tölvufólk eða skjalastjóra hjá afhendingarskyldum aðilum. Hugbúnaðaraðilar eiga smá erfitt í augnablikinu við að búa til vörsluútgáfur því að þetta er tímafríkt og rosalega erfitt í fyrsta skiptið, en þetta verður auðveldara. Þetta er bara rosalega erfitt fyrst og svo fer þetta malla.
Hlutirnir eru á leið í rétta átt sem betur fer, það eru að koma fleiri afhendingar, þannig að boltinn er farinn að rúlla. Opinber skjalasöfn, við getum ekki tekið á móti rafrænu skjalavíslukerfum aftur í tímann, sem er ókostur, en við getum tekið á móti gagnagrunnum aftur í tímann. Það er mikil eftirspurn eftir því að við tökum á móti skjalavíslukerfum aftur í tímann. Þetta þýðir að við þurfum að móta stefnu, skráning þarf að vera góð, kerfið þarf að vera leitabært og það þarf að vera hægt að sjá hvort að einhver málsgögn séu á óleyfilegu skráarsniði. Það verður líka að vera hægt að umbreyta öllum gögnum, líka hljóð- og myndskeiðum. Já, varðandi afhendaskylda aðilana, þá erum við hérna með lausnir. Það er bara meiri fræðsla. Við erum alltaf að setja upplýsingar inn á vef Þjóðskjalasafns, við erum að bjóða upp á ný námskeið og í fyrsta skipti núna á þriðjudaginn erum við að bjóða upp á svokallaða speglana kennslu, þar sem fólk horfir á myndbönd, kemur undirbúið og við svörum spurningum. Við erum með fræðslumyndbönd á YouTube, þau eru reyndar dálítið löng þau sem eru núna en við erum að vinna í því að setja svona stutt myndbönd, þannig að það er á dagskránni. Við erum með Facebook síðu, við erum með póstlista sem heitir Skjalafréttir þar sem við sendum svona fróðleiksmóla svona cirka einu sinni í mánuði og við stöndum fyrir ýmsum ráðstefnum og málstofum. Við erum að vonast til þess að þetta komi í veg fyrir þennan misskilning, bæði varðandi tilkynningaferlið og langtíma varðveislu rafrænna gagna. Við erum að reyna að bæta þjónustu við tilkynningar og afhendingarferli með því að vera í nánu samstarfi við afhendingarskylda aðila. Það stendur til að birta notendahandbók Þjóðskjalasafns á vef Þjóðskjalasafns, þar að segja að þá sér fólk hvernig notendahandbók eða verklagsreglurnar eiga að vera. Ég vil samt ekki fá copy-paste af okkar, hún er náttúrulega sérsnið á okkar stofnun, en hún var svona gott dæmi hvernig það geta litið út. Og það á að birta leiðbeiningar vonandi á þessu ári með vörsluútgáfureglunum. Varðandi hugbúnaðaraðila, þá erum við alltaf að reyna að vekja athygli stjórnvalda á hvernig staðan er. Við erum að benda þeim á að það vantar fjármagn til að búa til vörsluútgáfu, það vantar starfsfólk, það vantar þekkingu. Og við gerum þetta bæði á fundum með stjórnvöldum og líka höfum verið að vekja athygli á þessum ýmsum skýrslum. Þjóðskjalasafn hefur sérstakt samstarf við nokkra hugbúnaðaraðila sem eru að búa til vörsluútgáfur og þetta verður vonandi til þess að það mun ganga betur að fá vörsluútgáfur inn í framtíðinni og svo er svona á óskalistanum að hafa svona árlegan fund með hugbúnaðaraðilum sem eru að búa til vörsluútgáfur og skjalavíslukerfum því að við höldum að það gæti verið mjög gagnlegt en það er ekki búið að koma því á fótinn en þetta er svona á to-do-listanum. Við þurfum náttúrulega að móta okkur stefnu vegna skjalavíslukerfa aftur í tímann. Það þarf að vera lýsandi, heiti á málum og skjölum og þau þurfa helst að vera samræmd. Það þarf að vera hægt að finna öll mál og málsgögn á einfaldan hátt og við erum að vonast til þess að reglur skráningu mála og málsgagna sem tóku gildi í gær hjálpi þar til. Við þurfum að setja skýrari reglur varðandi skjalavíslukerfi aftur í tímann. Það þarf að passa það að gögnin vörsluútgáfur innihaldi engin ólögleg skráarsnið. Það þarf að vera hægt að umbreyta í áðurnefnt skráarsnið til JPEG 2000, MP3, WAV, MPEG 2, MPEG 4 eða GML. Og hérna skýrar reglur skráningu mála, eins og ég sagði, reglur skráningu mála og málsgagna tóku gildi í gær og við vonumst þess að þetta verður tól til að hjálpa til að bæta úr bara skráningu og málum og skjölum. Aðeins að fara í eftirlitskönnunina, hún er reyndar aðgengileg á vef Þjóðskjalasafns, þið getur bara að skoða hana, lítur svona út. Spurt var, notar stofnanir rafræn skjalavíslukerfi? Árið 2012 voru 55% stofnana eða 95 stofnanir alls sem notuðu rafræn skjalavíslukerfi. 45% eða 78 stofnanir notuðu þau ekki. Og það er dálítið ótrúlegt að árið 2012 að það sé svo hátt hlutfall stofnana sem noti ekki rafrænt skjalavíslukerfi. 2016 voru svörin á þá leið að 67% eða 108 stofnanir sögðust nota rafrænt skjalavíslukerfi en 33% stofnanir eða 52 stofnanir sögðust ekki nota þau. Þannig að það eru aðeins fleiri sem segjast nota 2016. En mér finnst þetta samt stór hluti sem segist ekki nota rafrænt skjalavíslukerfi. Hefur núverandi skjalavíslukerfi verið tilkynnt til Þjóðskjalasafns. Árið 2012 sögðust 31% eða 29 stofnanir hafa tilkynnt skjalavíslukerfið. En
það merkilegt að raunin að aðeins 8% eða 6 stofnun höfðu í raun og veru tilkynnt skjalavörslukerfi til Þjóðskjalasafns. 69% eða 66 stofnanir sögðust ekki hafa tilkynnt skjalavörslukerfi en það voru náttúrulega 89 stofnanir sem tilkynntu ekki. Ekki var hægt að velja svarmöguleikann veit ekki. Árið 2016 þá sögðust 46% stofnana eða 49 stofnanir hafa tilkynnt. En raunveruleikinn 32 stofnanir eða 30% hafði tilkynnt. Þannig að það mjög mikill munur þarna á milli. 34% stofnana eða 37 stofnanir sögðust ekki hafa tilkynnt og raunin var að þetta voru 76 stofnanir. Það áhyggjuefni að 20% stofnana eða 22 stofnanir vissu ekki hvort þær höfðu tilkynnt eða ekki. Þau höfðu allan að heiðarlega með það. Not á stofnunum rafræna gagnagrunna eða skrár í starfsemi sinni 2012 sögðust 55% stofnana eða 95 stofnanir nota rafræna gagnagrunna. 45% eða 78 stofnanir sögðust ekki nota. 2016 sögðust 63% eða 101 stofnun nota rafræna gagnagrunna og þá var 26% eða 42 stofnanir sem sögðust ekki nota. En þessi veit ekki valmöguleiki mjög áhugaverður, 11% eða 17 stofnanir vissu það bara ekki. Úrelt tölvukerfi til hjá stofnuninni. Árið 2012 voru 18% sem sögðust vera með úrelt tölvukerfi eða 32 stofnanir. 82% eða 141 stofnun sagðist ekki vera með úrelt tölvukerfi. Árið 2016 sögðust 16% eða 26 stofnanir vera með úrelt tölvukerfi en 84% stofnana eða 134 sögðust ekki vera með nein slík kerfi. Þetta bara mjög svipaða tölur hérna á milli kannanna. Þannig að, já, taka aðeins hérna niðurstöður. Einungis 49% stofnana vista tölvupósta varðar mál í málasafni sínu. Þetta mjög alvarleg staða því að geymsla tölvupósta í tölvupóstólfum ekki skipuleg varðveisla og mikilvægar upplýsingar og ákvarðanir afgreiðslu mála geta glatast. Afhendingarskyldum aðilum ber skylda til að tilkynna rafrænt gagnakerfi og Þjóðskjalasafn Íslands úrskurðar varðveislu. Gögnin verða þá afhent til varðveislu á rafrænu formi til safnsins samkvæmt gildandi reglum. Í könnun kom fram að 893 gagnakerfi væri í notkun, 108 skjalavíslukerfi og 785 gagnagrunnar. Hins vegar má alveg áætla að þetta séu fleiri gagnakerfi í notkun. Þau gætu verið 1000-1500 af því að það voru ekki allir sem svöruðu þessa könnun. Þetta eftirlitskönnun, það eiga allir að svara en það voru ekki allir sem svöruðu. Og það líka alveg hugsanlegt að einhver gagnakerfi hafi gleymst. 181 gagnakerfi hafi verið tilkynnt sem 12 til, þetta náttúrulega 2016, hafi verið tilkynnt sem 12-18% gagnakerfi ríkisins. Tilkynningar rafrænna gagnakerfa gengur hægt en það hafi verið reglur í gildi frá 2009. Mjög mikilvægt að tilkynna rafræn gagnakerfi til að tryggja varðveislu mikilvægra upplýsinga. Vörsluútgáfur hafa verið að berast seint þó að það séu aðeins og komnar skriður á máli núna. 21% þeirra sem sagðist nota rafræna gagnagrunna ætlar að skila vörsluútgáfum á næstu 2 árum. Þannig að það nú ansi margir sem ætla ekki að skila neinu. Þetta slæm staða. Þjóðskjalasafn hvetur afhendingarskylda aðila til að gera áætlun reglubundna afhendingu á vörsluútgáfum úr rafrænum gagnakerfum, því annars hætta á að kerfin úreldist og gögn glatist. Það mjög alvarlegt að 16% stofnana með úrelt tölvukerfi og 19% með gögn á úreldum miðlum. Þessi kerfi þarf að tilkynna til Þjóðskjalasafns því það að skera hvort eigi að varðveita þessi gögn, því að því lengri tími sem líður, því meiri hætt á að upplýsingar tapist og það hefur nú þegar gerst. Þannig að ég ætla bara að benda ykkur á að langtíma varðveisla rafrænna gagna, þetta langhlaup, þetta ekki spretthlaup, það þarf rosa mikla þolinmæði, mikinn undirbúning, en ef ykkur vantar einhverja aðstoð þá getið þið haft samband við starfsmenn Þjóðskjalasafns og mér skilst að ég sé nú ekki að taka spurningar hérna en þið getið bara náðið mig hérna frammi eða sendt mér tölvupóst ef eitthvað en annars ætla ég bara að segja takk fyrir.